Komið í sæl, ég heiti Sigrún Helga og í þessu myndbandi er síðasta umfjöllun okkar Lillu atkvæðagreiningu í tölfræði frá grunni og við ætlum að fjalla fervika-greiningu í atkvæðagreiningu. Það má nota fervika-greiningu til þess að draga ályktanir í línulegri atkvæðagreiningu. Og uppsetningin er á margan hátt svipuð og þegar við notum fervika-greiningu til að draga ályktanir um meðaltöl. En núna reiknum við fervikasumurnar á örlítið annan hátt. Fyrir sérhverja mælingu á svarbreytinu okkar þá gildir að fjarlægð mælingarinnar frá meðaltali allra mælinga á svarbreytunni er það sama og fjarlægð mælingarinnar frá spágildinu pluss fjarlægð spágildisins frá heildarmeðaltali allra mælinga. Og þennan eiginleika ætlum við að meðal annars nýta okkur. Þegar atkvæðagreiningarlíkan er metið með jöfnum minnstu kvadrata þá gildir enn fremur að ekki bara hver og ein stök mæling heldur að summa allra fjarlægða sem sagt frávik sérhverja mælingar frá heildarmeðaltalinu og brjóta upp eins og tvær summur og þetta er mjög sambærilegt því hvernig við vorum að skipta upp í tvær summur þegar við vorum að nota atkvæðagreiningu til þess að meta draga ályktanir um meðaltöl. En hér er komin formúla fyrir fervikasömmum sem við ætlum að nota til þess að draga ályktanir í einföldu línulegu athvarfi. Summan hérna lengst til vinstri, þetta er heildarfervikasumman, alveg svo þegar við séð áður. Næsta summa, hún er kölluð SSR eða fervikasumma fyrir aðkastslínu. Og hún er summa frávika spágildana frá heildarmeðaltalinu, allt sett í annað veldi og summað upp. Og þriðja summan, það er summa sem þið kannist við, SSE, eða fervikasumman fyrir villunni hjá okkur. Hún er munurinn á útkomunni og spágildunum, sett í annað veldi. Og eins og áður þá má skipta þessum heildarbreytileika upp í breytileika metnugildana annars vegar, það er þetta SSR, og svo breytileika leifana hins vegar og það er þetta SSE. Við viljum sem fyrr geta sett þessar fervikasummur upp í fervikagreiningatöflu. Núna er komið SSR í staðinn fyrir SST áður sem hefur bara eina frígráðu. Það er bara ein frígráða fyrir það sem við köllum fervikasummum metnugildana. En hins vegar þá eru frígráðurnar fyrir breytileika leifana. Frígráðurnar fyrir fervikasummuna sem lýsir breytileika leifana, það eru alltaf fjöldi paraðra mælinga mínus 2. Þau eru komið þessar frígráður og fervikasummuna sem svara annars vegar til breytileika metnugildana og hins vegar til breytileika í leifunum. Að þegar komið þessar tvær fervikasummur þá getum við reiknað meðal fervikasummunar með því að deila fervikasummuna með frígráðunum. Og við getum þá nota þessar meðal fervikasummur til þess að framkvæma tilgátupróf alveg svo við sáum í í fervikagreiningunni í 9. kafla. Áður en við förum í tilgátuprófið þá ætla ég að fjalla aðeins nánar skýringarhlutfallið aftur. Því að skýringarhlutfallið er nátengt þessum fervikasummum. Og muniði að skýringarhlutfallið, það var þessi hlutfallslegi breytileiki í svarbreytunni sem var hægt að útskýra með breytingum á skýribreytunni. Skýringarhlutfallið var líka það sama og fylgnin í öðru veldi. En núna kemur það inn frá allt annarri átt að skýringarhlutfallið er líka það sama og fervikasumman fyrir breytileika metnugildana deilt með heildarfervikasummunni.
Þannig ef við erum með svona fervika greiningatöflu fyrir fervika-greiningu, línulega akkursgreiningu, þá getum við reiknað skýringarhlutfallið með einfaldlega þessu hlutfalli hér, að það er fervikasumman fyrir breytileikann í metnagildunum deilt með heildarfervikasummanni. SSR deilt með SST. Það hlutfall er það sama á fylgnum í öðru veldi, það er að segja að það er það sama á skýringarhlutfalli. Það koma fleiri áhugaverðir eiginleikar út úr fervika-greiningatöflunni. Fervika-greiningatöflunni. Að við getum líka framkvæmt tilgátupróf með henni. Og hér getum við framkvæmt tilgátuprófið, sama tilgátupróf við sáum í síðasta myndbandi. Tilgátupróf til að kanna hvort að hallatalan sé 0 eða ekki. Tilgátuprófið sem kannar hvort að hallatalan sé 0 er raun og veru sambærilegt tilgátuprófinu sem að kanna hvort að fylgni sé 0. Og munum okkur veist áhugavert að vita hvort að hallatalan sé 0, því að ef að hallatalan er 0, þá er ekkert samband milli svarbreytunar og skýribreytunar, þær eru alveg óháðar. Þetta tilgátupróf, þessa 0 tilgátu, getum við prófað út frá fervika-greiningatöflunni og prófstærðin er hreinlega hlutfallið á meðalfervikasummanum, alveg eins og þið hafið séð í 9. kafla fyrir prófstærðina fyrir í hefðbundinni fervikagreiningu, fyrir meðaltölu. Ef 0 tilgátan er sönn, þá fylgir prófstærðin eftirhreyfingu og taki eftir að frígráðurnar eru alveg svo áður þar sömu frígráðurnar fyrir meðalfervikasummuna eða 1 eða stóra n - 2 þar sem n er heildarfjöldri mældra para, þar að segja hvert par af svarbreyt og skýribreyt. Við höfnum 0 tilgátunni ef að gildið sem við reiknum út er stærra en viðmunagildi sem við flettum upp í töflu fyrir eftirhreyfinguna. Ef við höfnum 0 tilgátunni þá getum við fullyrt að hallatalan sé ekki 0 og þá getum við fullyrt að það sé samband milli svarbreytunar og skýribreytunar. Þetta tilgátupróf reiknum við ekki í höndunum en má reikna á mjög einfaldan hátt í öllum helstu tölfræðiforritum. Og nú er umfjöllun okkar línulega akkursgreiningu lokið. Takk ykkur fyrir.